Það hérna rosalega gaman að fá að afhenda þennan sjúkrabíl eftir mikil framför, að fá bíl sem er sérstaklega búinn til þess að flytja slasaða og veika og getur stytt viðbragðstíma héðan og í næstu bjargir alveg óskaplega mikið. Helgaberg, vilt þú ekki taka við þessum lyklum? Gjörðu svo vel. Ég myndi knúsa þig ef ég mætti. Já, ég myndi líka knúsa þig. Nei, við mögum ekki þetta, við mögum að gera svona. Kæra þakkir og nánast allt. Slys og veikindi gera ekki alltaf boð á undan sér, en í slíkum tilfellum er lykilatriði að geta sent út boð eftir aðstoð. Þá getur viðbragðstíminn skipt miklu máli og í sumum tilfellum skilið milli lífs og dauða. Nú hefur íbúum á Borgarfirði eystri loks borist sjúkrabíl til afnota. Er að ræða afar kærkomna viðbót inn í samfélagið, en það getur bíllinn stytt viðbragðstímann mikið og aukið þar með öryggi íbúa til muna. Ásamt því hefur 8 manna viðbragðsteymi verið myndað og því ættu íbúar sveitafélagsins að geta sofið ögn betur á næturnar heldur en áður. En við þakkum kærlega fyrir þetta traust sem okkur er sýnt, að geyma sjúkrabílinn eða vista. Vista. Já. Takk. Rétta nafnið á þessu er rauninni vettvangsliðar. Þessi hópur er bara samsettur úr fólkinu hérna í sveitafélaginu og er í rauninni fyrsta viðbragð heilbrigðiskerfisins hér á staðnum. Þetta er hópur sem að bregst við ef að vera slys eða veikindi. Vettvangsliðar hafa í rauninni rétt til að sinna bara fyrstu hjálp og annast sjúklinga þangað til að heilbrigðisstarfsfólk kemur að. Þetta er í rauninni fyrstu bjargir. Og við erum rosalega vel sett með fagfólk í þessum hóp, ótrúlega montinn, með hjúkrunarfræðing og 2 hjúkrunarfræðing og 1 lækni. Aðstæðurnar geta náttúrulega verið rosalega erfiðar, það er náttúrulega yfir fjallveginn að fara og það eru 70 kilometrar til okkar, þannig að þetta getur stytt tíman alveg gríðarlega að fá þennan bíl. Því að nú getum við farið á móti sjúkrabílnum með sjúkling ef þörfin er sú. Þannig að þetta styttir tíman alveg helling. Fyrir þig sem fagmannesku, hversu mikilvægt er fyrir þig að hafa svona stuðningshóp til staðar? Það er náttúrulega bara skiptir rosa miklu máli að þegar ég er að vinna hérna ein megnið af vetrinum að hafa eitthvað fólk sem getur hjálpað til, bara fleiri hendur og að þurfa ekki að standa ein þegar eru alvarleg slys eða veikindi og að bíða eftir aðstoð og hafa allan hóp með. Það skiptir öllu máli. Þessi bíll er í rauninni auka sjúkrabíll fyrir starfsvæðið hérna fyrir austan og er í rauninni á forræði Slökkviliðs Fjarðabyggðar. Guðmundur, slökkviliðsstjóri Fjarðabyggð, bauð okkur að fá að vista þennan bíl hér. Hann í rauninni aðstóð okkur við það að fá bílinn hingað með hjálp HSA líka. Þessi bíll verður vistaður hér á meðan að ekki þarf að nota hann annar staðar, sem við vonum að verða aldrei. Og við vonum náttúrulega það sama að við þurfum mjög sjaldan að setja hann í gang. Nema þá bara svona aðeins til að viðra. En það er kannski akkurat, þú kannski fara aðeins áfram með það, hverju breytir tilkoma hans fyrir ykkur? Hún náttúrulega breytir heilmiklu. Hún gerir það að verkum að við getum flutt sjúklinga. Við náttúrulega eigum, vettvangsliðarnir hafa ekki yfir neina ráðan, nema náttúrulega björgunarsveitin á Landrover og við getum ekki flutt sjúkling í börum í honum, En þetta veitir okkur það að við getum flutt sjúkling á móti sjúkrabílum og stytt það viðbragðstíma. Hvernig er heilbrigðisþjónusta á Borgarfirði háttað? Hvernig er uppbyggingin á henni? Já, ég bara er starfandi hérna ein, vinn 4 tíma á dag og með opna móttöku 2 í viku. Og aðalega verið bara í símsölum fyrir ekki bara Borgarfirði, heldur megnið af Austurlandi. Þannig að það er lítið reynt á það, þeir eru svo hraustir Borgfirðingarnir. Þannig að ef ég hefði ekki þessi símtöla þá væri bara ekkert að gera hjá mér. Ein og ein blóðprufa kannski? Já, einmitt svona eitthvað eitt og eitt eftir inn, en þetta er voða rólegt. En það náttúrulega skiptir máli fyrir fólki að hafa eitthvað á staðnum og það var í veturum, það voru 4 dagar í röð sem var lokað hérna skarðið og það var nú gott að hafa eitthvað á staðnum og einhverja bjargir. En það er engin læknir hérna og
allt svona annað sem að ég get ekki leyst úr hér þarf náttúrulega bara að fara upp á Egilsstaði. Þótt Friðgerður hjúkrunarfræðingur sé staðsett á Borgarfirði Eystri hefur hún verið að sinna stærra svæði með fjarheilbrigðisþjónustu sem hefur sannarlega reynt á í tengslum við COVID-19 alheimsfaraldurinn. Já, og fólk, það hringir inn á heilsugæslurnar víða á Austurlandi og hefur ekki hugmynd að sé að tala um mig á Borgarfirði, sko. Þetta allt saman sjálfboðaliðar eða hvað? Já, það er bara sjálfboðaliðar, já. Og það settu saman einhvern ákveðinn hátt eða bara fólk hist og heyr úr þorpinu? Já, þetta er bara hist og heyr úr þorpinu og við erum alltaf öll í björgunarsveitinni. Svo þetta hafa kannski komið til þannig til að byrja með, sko. Og já, og þetta eru þeir sem fóru á þetta námskeið stóra og voru tilbúnir til að vera í þessum hóp. Það er ekkert alltaf létt, við erum búin að fá mörg þung útköll. Og það eru bara þeir sem, þetta eru náttúrulega bara sjálfboðaliðar sem eru tilbúinir til þess að vera í þessari fyrstu hjálp. Og fáið þið stuðning eitthvað frá HSA brunnavörnum til dæmis í kjölfar þessara erfiðu útkalla? Já, við höfum verið með svona fundi eftir á, rýnifundi eða hvað þetta er kallað. Þannig og það hefur ekkert verið neitt mál og við megum leitað til sálfræðings og annað hjá HSA. Þannig að það er vel haldið utan um okkur.